Takk Gísli. Þegar við heldum að íslensk stjórnmál gætu ekki orðið furðulegri, þá mætti Eyþór Arnalds óboðinn á fund borgarstjórnar með þingmönnum Reykjavíkur. Eyþór hvorki borgarfulltrúi né þingmaður og var því vísað út af fundinum, en þetta myndband náðist af atvikinu. Þið megið ráða hvor hvað. En Eyþóri fannst undarlegt að fá ekki að sitja fundinn þrátt fyrir að hvorki meðlimir Toddmobil né fyrrverandi forstjórar Íslandssíma hafi verið á gestalistanum. Þessi uppákoma minnir óneitanlega á þegar Sigurður Ingi ætlaði sakleysi sínu að fá sér pylsu á bæjarhátíð á Selfossi og allt í einu mætti Eyþór Arnalds á hinn endan og laumaði upp í sig bita. Þetta er svo góð mynd. Getum við fengið að sjá hann aftur? Æðislegt. Takk. Þetta var stór vika fyrir konur í stjórnmálum. Vigdís Hauksdóttir sneri aftur og Katrín Jakobsdóttir seldi hlut ríkisins í Arion banka, svona nánast, og fékk að smakka fyrstu köku ársins. En að máli vikunnar. Í síðustu viku hvöttum við þingmenn til að gera greiðsluseðla fá opinberar eftir að koma í ljós að þeir rukka milljónir fyrir akstur á eigin bílum og að reglur þingfararkostnaði eru sveigjanlegri en Þórunn Antonía. Í vikunni kom svo í ljós að akstursgreiðslurnar eru miklu hærri að það kostar að reka bíl og skattfrjálsari þokkabót. Þannig að nokkrir þingmenn stinga háum upphæðum beint í vasann árlega. Við erum að tala alvöru upphæðir, sérstaklega í tilviki Ásmundar Friðrikssonar. Þá ert þú að fá sjálfur umfram kostnað og umfram náttúrulega launin þín 12,5 milljón króna. Já, 12,5 milljón á 5 árum, skattfrjálst. Eftir hann búinn að fá endurgreitt fyrir bensín, tryggingar, dekk og mögulega rækjusamloku fyrir tökulið INN sem fekk að sitja í með honum á meðan hann tók upp sjónvarpsþætti í þessum ferðum. Yngvi Hrafn, fyrrverandi sjónvarpsstjóri INN, neitaði reyndar í viðtali á Vísi að tökuliðið hafi fengið far með Ásmundi og Ásmundur neitaði því sjálfur í Kastljósi. En samhliða þingstörfum varstu líka með sjónvarpsþátt sem að, hvað hét hann, Auðlindakistan eða eitthvað svoleiðis á INN. Þar fórstu vítt og breytt kjördæmið. Varst að rukka aksturskostnað fyrir það? Nei, ég tók engan akstur fyrir það. En viðurkenndi það svo eftir þáttinn. Já, þess maður geta strax eftir viðtalið þá viðurkenndi Ásmundur að það var farið rangt með þegar hann var spurður út í hvort hann hefði látið ríkið greiða fyrir akstur við upptökur á þættinum Auðlindakistan. Ásmundur til varnar, það hefur þingið aldrei gert athugasemdir við að hann og fleiri þingmenn keyri miklu meira á eigin bílum en reglur segja til um. Þingið leggur meira segja blessun sína yfir að þingmenn fái akstur í prófkjörum endurgreiddan. En auðvitað er til dæmis kosningabarátta hjá starfandi þingmönnum en náttúrulega hluti af stjórnmálunum. En gott og vel. Nú stendur til að fara yfir þessi mál enda augljóslega hægt að spara mikið af peningum. Ásmundur ósáttur við umfjöllun sinn þátt í málunum sem hann telur jaðra við einelti. Það pínu sérstakt þar sem að hann virðist vera grjótharður áhugamaður umræðu og kostnað. Hann hefur velt fyrir sér kostnaði við hælisleitendur og sagst til að taka umræðuna. Hann fór sjálfur fram á sérstaka umræðu á Alþingi listamannalaun og sagði að listamenn yrðu að þola umræðuna. Loks vildi hann fræðast kostnað við lögfræðinga Rauða krossins. Reyndar þegar hann var spurður eigin aksturskostnað. En Ásmundur, verðum við ekki bara að taka umræðuna?